Hérna já hérna, við erum komin til það kom til okkur góðu gestur Já, hérna, heldur betur. Argunur Hæ Hæ. Argunur miðill Er flokkar þessi miður? Já, þú veist, ég flokka mig bara einhvern veginn ekki sem neitt. Ég Nei, bara, þú ert bara já, yfirnáttúruleg sjálf. já, við erum það nú öll. Ok. Með svo líka fólk með álpapir. já, En akkur ertu með, ertu að venda þig fyrir einhverju sérstöku það? nei, þú veist, bara gaman að hérna bara gaman að fá þig, þú veist, hérna Þú ert að sýna þína stöðu. eða svona, ok, má ég viðurkenna eitt? Já. Ég ætla bara að segja það núna, Mhm. ég trúi ekki á þetta dæmi. Ok. Hérna, en ef ég var að gjörsamlega hreinskilinn, þá vill ég helst ekki að þú komist inn í hausinn á mér. Nei, og Þú veist, ég vil það ekki Eða, þú veist, heldur. málið ég er ekki viss, eða viltu það ekki? Nei, sko, fólk heldur alltaf að miðlar siti bara hérna og sé bara, ég veit hvað þú ert að gera í gærkvöldi og hvað þú ert að hugsa og eitthvað. Já, Já. En við gerum það ekkert. Nei. Við erum ekki að miðla frá því við vöknum þangað til við fyrir að sofa. Nei, Þú veist, bara ef ég ætla mér að fara að miðla fyrir eitthvað, þá ger ég bara ef ég beðin það já, með leyfi viðkomandi og ég þarf alveg að tengja mig upp já, þess að gera það, sko. Já, það. ok. Já. Hvernig tengir þig, heim að spyrja? Hvernig Ég tengir? eiginlega get ekki lýst í að þetta er einhvern veginn bara eitthvað sem ég gerir bara svona ósjálfrátt. Já. Bara einhvern veginn á okkar spjall bara inn í hausnum á mér. En er þetta eitthvað sem að þú fæðist með eða er þetta eitthvað sem kemur? Sko, við fæðumst öll með Ok. þetta. Mm. Og, en svo lokast bara fyrir þetta. En ég þjálfaði þetta upp. Já. Það var bara fyrir skefti fólki átt að mjög fyndi að heyra var í til dæmis í ítölskum spiritual háskóla námskeiði og Fórst í ítalskan spiritualískan já, á námskeið, ég var ekki í ykkur 30 ára námi eitthvað sko. Hogwarts. Já, ítalska já. Nei, Ok, og- þannig já. að þú getur slögt og kveikt á þessu Já. og þannig að ég þarf ekki að vera með hann álpapir á mér. Nei, Nei, ok. ekki fyrir hvað þú vil. Skynjar eitthvað Akkur nákvæmlega núna? frá mér? Nei, Nei, að því ok. ég er bara með slögt á þetta. Ó, ok. Þú getur alveg slakur. Ok, Já, þú veist, hérna já, ok Þú veist, þá getur maður andað aðeins léttar. já, en eitt finn ég, saman hvort ég tengdi það ekki, það er hvort fólk sé vel við mig eða ekki. Ok, neina að útskýra vel við þig eða Já, ekki. bara, þú veist, ég meina okkur líka vel við fólk. Já. Og þú veist, ég finn það alveg strax ef einhverjum líkar vel við mig eða líkar ekki vel við mig. Já, Já, og þá bara þarf- eins og þegar það er dónlettið þig, þá er það líka Nei, það getur bara verið bara brosandi og spjallandi við mig. Já, En, Já, bara finnur það strax. já, eftir bara smá tíma, sko. Ok. hvernig finnst þér ég vera gagnvart þér? Bara hlutlaus, pínu hrættur. Já, Já, já. þannig að svona nútral pínurættur. Já. Er það ekki bara rétt? Það er bara 100% rétt. Já, sko. 1 stig. Já, við Það er bara þurfum bara stúrta. Herru, ég held að ég trúi. Nei, hérna, ok, áhugavert. Þú fórst semst í skóla og það er hægt að læra þetta. Gæti ég farið til Já. Þýskalands í spiritualískan háskóla? Já, ég veit ekki hvort það sé Þýskalandi. Nei. Já, þú gætir, þú veist. En að þú sér við fæðumst öll með þetta. Já, Þannig að við gætum öll farið og opnað á þetta aftur. já, absolutt. Það er svoleiðis. Já. Af því að það er líka oft talað um börn séu mjög næm. Já, Þú veist að börn sjá eitthvað sem við sjáum ekki. Mhm. já, Og það er Já. það sem er verið að tala um að við fæðumst öll næm. já. Ok. Já, og svo þú veist, lokast á þetta og oft lokar maður bara á þetta sjálfur að því maður verður hrætt. Já. Já, Við sko, ég var að segja frá draugasögu við hann áðan. já. Þú veist, ég hef lent í svona mjög miklu, ég veit ekki hvort ég ætla að tráma, nei alls ekki, en svona, ég lent einu sinni, ég var að gista heima á ömmuna afa Oh my god, byrjar þau. og ég var sérst á svona dínu hliðin á rúminu þeirra og þetta var í svolítið gömlu húsi, ekkert eitthvað eldgömlu en 3 hæðast, flott hús á Eyrarbakka. Skrítið, já. Hann er alltaf, hann monta sér svo mikið. Þú veist að hann tekur taktu eftir því núna, bara á meðan þetta Finnurðu gengur. það? Hann 3 hæða hús. Og svaka flottur. Á Eyrarbakka. Já, ok, halda áfram. Og það sem gerist er að ég sérst ligg og ég var örgulega 5 ára. Já. Mamma mín og pappi stunduðu vaktavinnu, sjómaður og hún var á elliheimili. Flexið.
bæði með vinnu. Einhver hefur nú verið innkoma. Já. Vá. Þannig að ég gisti stundum hjá ömmu minni og afa. Og það sem gerist er að ég er í herbyggjunni þeirra og ég er á dínu hliðin á rúminu þeirra og er að lesa bók. Og ég man ennþá dæta hvaða bók ég er að lesa. Ég er að lesa bók sem heitir Tralli, appelsgul bók. Ó, já. Og ekki lesa hana meira, svona sko fara í gegnum hana. Nema hvað, ég sest upp og er að fara að ganga frá bókinni og ætla bara að fara að sofa. Nema ég lít til vinstri og það er búið rúmið þeirra. Þá er Tralli þar. Það tralli. Það liggur Þú það. ættir að vera faglegar, Gunnur. Sorry. Ég hefði skemmt að taka það fram og ég missi bara oft. Svo bara, þetta kemur bara. Við erum á sama bát. Já. Já, en það sem gerist er að ég sest upp og ég lít til vinstri og undir lakinu á rúminu og ég get svarið að það er manneskja sem liggur, þú getur ímyndað henni svo líki bíómynd sem er svona undir hvítu teppi ég sé það og ég skal lofa ykkur því, ég skal heita því að þetta sá ég ég sá útlínur og allt, ég sá nef, ég sá bringu, fætur, alla pakkan Sástu allt ekki allt, Nei. en þú veist Já, þú veist, já, mikilvægt ég hleyp niður til afa og ömmu og bara hvað, það er einhver rúmin eitthvað, afi ekki með mér upp, engin alveg slétt og ég var ekki, þú veist, á milli svefns og vökuð eða neitt. Hver ætti að vera undir rúmi? Já, undir laki. Já, akkurat. Nákvæmlega. Hvað var ég að sjá? Þú varst að sjá hvað sem var þarna. Já. Og því þú segist trúa, þú segist ekki trúa og svo kemur þú með sögum og þú upplifir eitthvað. Við sem trúum erum fólk sem erum líklega til að vera fólk sem finnur fyrir hlutunum. Einmitt. Já. Og þess vegna trúi. Minnst ekkert skrítið ef að þú hefur ekki upplifir eitt svona að þú sittir bara hérna og trúir þessu. Já, sko já, það er alveg rétt já. Þú getur ekkert sagt því. Nei, en sko þú veist, eins og ég sagði við hann áðan ég sagði við hann áðan að þú veist, er þetta ekki bara svolítið svona bíómyndir og eitthvað svona Ég er 5 ára, ég hef ekki séð líki bíómynd, skilur. Ertu viss? Já, það held ég. Já, ok. Nei, ég veit ekki. Nei. Mér finnst það mjög hæpið. Já. En samt sem áður, mér var ekki að dreyma. Nei. Og heilin á manni getur ekki ímyndað sér svona. Nei. En hvað var hann þá að sjá? Eitthvað sem var hann. Já, en þýðir þetta eitthvað, Argunur? Er þetta eitthvað... Nei, þetta er bara verið einhver dáinn. Þú veist, einhver sál hérna. Já. Hefur þú upplifað eitthvað svona spooky, af því að ég veit ekki alveg, ég veit ekki alveg miðill það er mannska sem heyrir eða fær til sín skilaboð að handan, held ég, það ekki? Segðu mér. Ég veit ekki. Ég vil heyra. Ég veit ekki, já, fær til sín skilaboð frá handan að handan. Og kemur skilabóðum áleiðis. Og kemur síðan skilabóðum áleiðis til mannesku. Þú sérð ekki beint, þú bara færð skilabóðin, eða hvað? Já. Ég hef séð og sé stundum og ef ég er rosalega þreytt þá bara kemur eitthvað hérna og svo bara svona guðvarða upp. Já. Ég sá þegar ég var lítil. Já. Óljósa minningar það en mamma bara getur vottað það og svo sagði miðið það við mig, þú veist, áður ég var komin sjálf á kafi í þetta. Að ég var rosalega myrkfælin sem var ekki lygi og að það væri vegna þess að ég hafi séð svo mikið þegar ég var lítil. En nú í dag þegar ég er að miðla þá þetta sýnir inn í hausnum eða ég sé þetta bara svona eins og bíómynd bara hérna frá ofan eða heyri eitthvað ekki með þessum eyrum eða þessum augum. Þú veist, rosalega erfitt að lýsa þessu. Ég sá hvað var lýsingu, þú veist, að intuition væri þú veist eitthvað en þú getur ekki útskipt hvernig þú veist það. Já. Þannig að þú veist, ég bara einhvern veginn fæ þetta til mín með allskis leiðum en sjaldnast sem ég sé með þessum augum. Hvenær áttaður þið á því að þú værir með eitthvað svona að þú værir ofurhetja? Já. Það var bara í fyrra. Nei, ég og tvíburasystir mín, hún er líka svona ekki tvíburi? Já, einægja tvíburi. Það er yfirnáttúrulegt. Já, þetta er mjög creepy. Það er mjög creepy dæmi. Einægja tvíburar eru creepy. Bara 100%, ég er alveg samanlega. Og þú veist, sama rödd og sama lúk og svona, maður hefur oft séð fólk bara svona þagnar og horfir á manni sem að setja augur eitthvað. En við vorum alltaf í Kringlunni og þá voru einhverja konur að dreifa út einhverjum svona flyers þarna. Og þá var það einhver
ekki yfirnáttúrulega, eitthvað svona andlegu skóli hérna eitthvað. Við alveg bara, let's go, skráum okkur. Og vorum þarna í 3 ár. Og þá, eftir veruna þar, þá varum við búin að þróa sig einhvern veginn aðeins áfram og þá fóru svona átt með, ok. En var samt með einhver minnumáttakenda, því systir mér var komin, þú veist, miklu lengra. Hún var bara, já, hún var það alveg. Var það oft þannig? Já, hún alltaf með þetta, sko. En veist, hún var bara spá í bjór á djamminu og eitthvað svona. Vissi ekkert að hún væri að spá. Hún bara leti eitthvað gossa og svo kom fólk, þú sagði þér hérna fyrir 2 mánuðum, þetta er allt búið að koma fram. Oh my god. Og hún alveg, sagði ég eitthvað. Æ, hérna í bjórnum, hún alveg, Þannig, þú veist, hún var einhvern veginn fann að geta þetta áður, þannig að ég bara einhvern veginn var minnumáttakend og eitthvað. En svo, já, kom þetta bara alltaf meir og meir. Og hvert skipti sem að því ég er mjög gjörn á að lendi í slysum eða veikjast og fara í aðgerð og þurfa að svæfa mig, hvert skipti sem ég lendi í að vera svæfð á spítala, að það vakna ég meira næm. Aha. Já. Þannig að, áhugavert. Þannig að svona, þeir eru drukkin, drekkur áfengi. Þetta er skrítið spurning. Lítja eithur má ég segja. Nei, alveg, ég spurði manneskjum daginn að hvort hún drekki áfengi og þetta er svo hættuleg spurning að því ég er að opna á kannski vesen, sko. En þeir eru undir áhrifum áfengis, ertu næmari? Nei, eiginlega ekki. Nei. Þá loka ég alveg, að því ég bara vil ekki, þú veist, að því að það er alveg til illir hlutir þarna hinum megin. Og ef maður er drukkin þá er maður opnari, þannig að ég er ekki opið fyrir því að opna á mig. Þannig að þá loka ég mér alveg ekstra mikið, en svo bara er ég alveg búin að missa listina áfengi. Já, same. Ég sammálaði það. Ég líka, sko. Já, reynda rembofin í miklum einu koktel þegar ég fór með ónefndri konu á ráðstöfnu. En mér var bara líkamlega illt, sko. Já. Þessi ónefnda kona hefur einmitt sagt mér sögu, sko, sem að ég var svolítið hrifin af. Og það er alltaf ástæðan fyrir ég hafði samband við þig, er að því að með stafinn, veistu hvað sögur er að tala um? Já, ég veit hvað sögur. Getur þú sagt okkur þessi sögu? Já. Þú veist, þetta er ótrúlegt. Já. Þú ert ekki hér. Hvað meinarðu? Þú veist, þú ert ekki hér. Nei, ég er úr Reykjavík, ég er Breiðholtinu. Þú átt ekki að vita neina kalla hér. Já, nei. Ég held þú að segja hún væri draugur. Já, ég líka, ég tala að ég væri geimvera. Þú ert handan. Já, hvað meinarðu? Já, þetta var þannig að þessi ónefnda kona þín, við vorum að vinna saman og á hjúkrunarheimili og vorum hérna 3 hjúkrunarfræðingar eitthvað að gramsa í einhverju geymslu, það var allski slutum og svo þriðja tekur fram einhvern staf, hendur hann í mig og segir svona, taktu stafinn og segir mér hver á hann. Og ég tek stafinn og finnst ég vera svona fíblast eitthvað og svo læti bara allt gossa sem kemur til mín og lýsi bara einhverjum grömpi kalli og svona leiðilegu konuna sín og eitthvað. Og hún segir svo eftir svona smá tíma, ég held ég viti hvern varst að tala. Og svo berum við þetta bara undir aðra mannesku sem eru kunnugri þarna og þær gátu bara votta það að þetta væri sá maður sem hún var að tala um. Áhugavert. Með því að halda á staf. Já. Þetta lærir bara í Hogwarts. Já, þetta lærði ég alvöruna. Þetta kallast hlutskygni. Hlutskygni? Já. Getur það? Já. Ok. Þannig að þú tengir í gegnum hlutin. Er þetta einhver orka sem myndast sem þú getur ekki útskýrt? Já, akkurat. Ég bara fæti hendurnar og þá er bara eins og þegar ég er að miðla og þá bara, þú veist, koma til minn allskis upplýsingar. Já. Hefur einhvern tímann haldið aftur að upplýsingum? Það er geggjur spurning. Já, þetta er rosalega góð spurning. Nú þarf ég svona að vera að rifja því... Það hefur verið að miðla fyrir einhvern til þess að útskýra fyrir hlustundum. Og þú kannski sérði eitthvað sem er mjög hræðilegt. Já. Nei, ég er bara búin að biðja mína menn þarna hinum megin að vera ekki að láta mig vera bóðbera einhvers djöfulgangs og ég vil alls ekki sjáta auða eða eitthvað svona. Nei. Þannig að þú veist, ég fæ ekki neinar upplýsingar sem að mér myndi ekki langa til þess að bera á. Nei. Þú færði bara svona gleðitíðindi. Ekkit endilega gleði. Séð og heyrt. Já, slúður. Slúður. Já, smartland. Nei, ég fæ alla flóruna fyrir utan ykkur sorg og já. Þú getur lokað á það. Já, ég bara beðið að fá ekki eitthvað sem að mig langar ekki að bera á. Já.
Pældu samt í, sko, ok, kannski við tökum það fram, þú ert ekki starfandi miðl. Mér starfandi, sko, bara segja eitt, það er meira cool. Það er meira cool. Það er trúverðara. Það er ekki eins töff að vera starfandi miðl heldur en að vera svona, þú ert Batman. Já, þú veist, hún er ekki gæta neitt hags, hún er ekki eitthvað, hei, ég ætla að koma að auglýsa mig. Akkurat. Nei, það er bara alls ekki. Ég bauði henni ekki en hún vildi ekki. Ég er bara öfugt, bara hunsið hana. Já. Látið mig eiga mig. Látið mig í friði. Nei, hérna, sko, þú veist, hefur eitthvað tímann bara pælt í, bara þú veist, að því að þú veist, hefur eitthvað tímann bara svona, ok, ég ætla bara að ljúga á hann. Nei, en hefur aldrei langað til þess bara svona Nei, ég ætla að segja honum að konans sem er látin er núna byrjuð með öðru manni eða eitthvað svona Nei, hinga til hefur ekki Þú hrifin að einhverju manni Hann getur ekki hægt að hugsa Já, nei, ég bara Svona gerum við ekki í orkuheiminum En food for thought Þetta er eitthvað sem getur byrjað að stunda Já, ég gæti alveg farið í einhverjar svikar og eitthvað sko. En það er náttúrulega stórt í þessum heimi samt sem áður Svikti miður Nei, já, snákasölum en ég get orðið miðill á morgun innan gæsalappa Þú veist, þeir sem er ekki að horfa á að gera í stóra gæsalappa Ég prófaði þetta Ég var með live show í Hofi á Akureyri og ég testaði þetta og ég sagði að þú veist, ef þú fæddist í janúar þá mun kötturinn deyja og það voru alveg 3 kettir sem dóu og þú veist, stórt net ég veit ekki alveg hvernig það virka en ég fekk alveg bara kannski ertu miðill það er það sem ég hugsa sko, hérna, er ég kannski með þetta? Er ég með þetta? Ég meina eins og hún sagði okkur á það er allir með það þarf bara að fara í Hogwarts kannski verðum við komin saman í bransa einmitt company Hvað myndið þið skýra það? Companyið hérna séð og heyrt getur við eitthvað, séð og heyrt séð og heyrt er þetta sturla miðla já, bara ég séð þetta séð, heyrt og skynja já, ég séð og skilði og hérna en hver er svona þín, myndir þú að gíska þú veist svona, gíska, manstu eftir einhverju atviki sem að þú sjálf bara kom mér óvart já, og líka bara var magnað þú veist, áttu eitthvað svona miðlamóment eða það sem þú ert að uppgöta eitthvað eða sjá eitthvað sem er bara klikka alvöru miðlamóment, sko Ertu í Facebook-hópið með miðlum? Sorry, nei, það getur vel verið ég sé einhverju Facebook-hópið en ég er ekki aktív Það er ekkert eitthvað svona, eitthvað hópspjall bara, ég var að það var rosalega dæmi í gangi Nei, ég er rosalega lítið fyrir Facebook Já, bara að vera eitthvað líklega bóra fyrir fram að með eitthvað hérna. Það er nefnilega að fyndið því að sko, þegar ég senda á Argunni að koma hingað, hvort hún væri til það og hún sagði mér það að hún hafi verið byrjað að skrifa sko, nei takk en svo sendum við bara, ok, ég ætla að henda mér út í djúplegin og fara algjörlega út fyrir þægindraman þannig að þú veist, þú ert ekki að blasta þessu hinga og þanga Nei, ég er ótrúlega spyrrætt það er svona, þegar ég sá að var myndavélar hérna í landskoti, nú get ég ekki breytt röddina eða eitthvað fólk sér mig þannig að En áttu eitthvað svona moment sem þú manst eftir? Já og nei, þú veist, ég á alveg moment þar sem ég hugsa bara wow, en það er ekkit endilega það ég er að miðla fyrir mig, heldur meira að því að lendur stundum í því ef ég er eini bíl á rauðu ljósi að þá kom einhver upplýsingar til mig og ég var ekkert mann hana og fæ til mín þá var tvíburasystir mín ólétt og ég fæ til mín nafn sem að dótturinn ætti að heita bara þú veist 2 nöfn og þannig ég hringi í hana þegar ég kem heim og segi, heyrðu, ég var að fá og geggja flott nafn þetta til mín á rauðu ljósi áðan hún er nú hvað og ég læt það flakka og svo kemur þögn á línunni hún ertu ekki að grínast í mér við vorum að ákveða nafni áðan og þetta er það í alvörunni og ég segi og klukkan hvað var það og hún segi það og þá var þetta á þessum tíma Oh my god Ég fekk gæsahúð Já Þetta er rosalega og það þreytandi satt líka bara svona, ég veit ekki hvað því að segja þetta bara, hérna erfitt að vera til stundum Já, og þetta er líka svolítið þreytandi fyrir aðra dóttir mín er ólétt og var að fá að vita kynnið í dag ekki segja mér það Nei, og ég er búin að vera að segja henni það bara 10, 11, 12 ár veist, hvers kyns fyrsta barnið hennar verður
en hún var eitthvað svona að reyna að sannfæra mig að mögulega þetta hitt kynið en hún bara þurfti að geta það ofan í sig því að þetta var bara nákvæmlega sem ég er búin að vera að segja við hana Vá. Já. Það en eins og þessa sýnir eða þetta sem hún fær til þín eins og þarna á rauðu ljósi færðu stundu bara svona bara allt í henni eitthvað getur þú setið hérna og fær bara eitthvað já, það gerist alveg stundum sko. og getur þú líka beðið með það já, þú veist, þegar ég býðum þetta þá það þegar ég að tengja mig upp að því einhver að býða mig að skoða eitthvað fyrir sig ég skilji en þú veist, ég fæ alveg stundum og stundum lendir líka í því að ég byrja alltaf að tala og ég ekkert búin að vera að hugsa neitt og svo bara vellur eitthvað út í mér og ég að heyra þetta bara í fyrsta skipti með manneskjum sem ég að segja þetta við og svo þetta eitthvað sem gerist þannig að svona eins og sé tala í gegnum með eitthvað þannig að ég bara Vá, það finnst þér þetta að vera hamlandi? Já, og stundum getur að vera það að ég var stundum, þú veist viðlóðandi hjúkrunar heimila bransan og var stundum að fá til mig bara hverju var að fara að deyja næst. Já, er það ekki versti staðurinn fyrir því til þess að vinna á? Jú, þá var ég bara, nei, hingaðu ekki lengra. Ég ætla ekki að vera bara með þetta, bara fyrir að vita hver deyr næst, hvernig og innan hvaða tímara. Já. Og þá bara baði ég að þetta kæmi ekki og fekk þetta ekkert lengur. Nei. Sko, ég hef oft pælt í þessu, af því mér finnst þetta magnað. Og ég átti mákonu fyrirvændi mákona mín, hún var svona sáhluti og ég var líka að segja Ingóla þess að dreifa sig á þann og hann svona, skeptískur eins og þú sér á svipnum Nei, ég veist ég var bara gett en það sem gerðist þar í stuttumáli ég var í forstofuherbyggi, átti hund þessi hundur, þarna var þessi kærasta bróðum mér ekki komið til sögunar sko. Átti lítinn hund og hún sat alltaf inn í herbyggi hjá mér og urraði fram Kærasta bróðins? Nei, ég ætla að segja mákonan Nei, það kom seinna en og hún var alltaf að urra fram litli hvolpurinn og ég skildi aldrei neitt inn hún hætti ekki fyrir ég lokaði hurðin ég spáði aldrei neitt meira í þessu síðan kemur bróður minn með þessa kærastu sína fyrirvændi og þau gista í herbygginu mínu og á Eyrarbakka og ég tryggja það húsi nei, þetta er annað hús annað hús sem við mörg hús hún vaknar við það að það er eitthvað sem stendur í hurðargettinni og hún er svona séð og hún sér þarna svona sjómann með hangandi höfuð ekki af heldur svona þú veist ég held að vera af nei, ég er þá miskilið hann er bara til hlýða það er svona hálsbrot þetta er ekki sem bíum nei það er náttúrulega, ok, þess vegna trúður mér ekki svona á þann já, það er bara nákvæmlega það já, nú trúur nei, sjá til en það er magnað ég er ekki líka oft talað að dýrin sjáu Jú, algjörlega já, af því að þú veist þetta, þarna, þegar hún sagði mér þetta morgunin, þá tengdi ég strax við þennan atburð með hundin minn að þetta var ekki bara í eitt skipt, þetta var náttúrulega bara öll kvöld nema ég lokaði hurðinni sem er crazy, am I right? Það er svolítið magnað, sko já, en þú veist en þú gætir líka bara verið að ljúga Ég? Nei, já, kærasta bróðins já, ok, tvær manneskjur það geta tekið ykkur til saman en það ég er líka skeptikur sko, það er mjög skrítið plott mjög spes plott það er mjög spes og það kemur aftur að við erum ekki að græða neitt á þessar lígi nei, en hvað er hann að sjá því þetta bara, er hann opnari? Ekki ég Ert þú meira gaping? Ég sá þetta ekki Nei, þú satt hundurinn já, hundurinn er gaping og kærasta bróðins já þú veist, ég meina tæknilega séð ég þver ég er svona 3 í útvikun já þú er svo 14 já, max 14 já, ég er bara keisari já, þú er keisari ég er svona alveg að fara ég er bara 10 nenni að segja þetta næst þegar þú gerir eitthvað ég er að opna mig ég er komin í svona
sjötta stigs Við gerum þetta að það fyrirtæki verður að koma að laga. Fyrirtæki hindi útíkun. Já, verður með svona búning. Já. Nei, hérna, já, þú veist, sko, ein spurning, pæling. Hefur einhver krafið þig sönnun? Já, oh my god, já. Já, bara alveg... Bara sonna það? Nei, Já. Sonna það? Já, það er bara algjörlega þannig. Bara, hörðu, ég var til að láta þig spá fyrir mér, Já. en fyrst verður að sanna fyrir mér að þú getur það. Ok. Segðu mér eitthvað mig. Já. Nei, ég bara ómögulega takk. Tekið þátt í þessu. Já. Nei, tekið það? Já, Bara, þú er greinlega mjög einn í útíkun. Já, Það er ekki þetta, það er málið. já. Þú veist, það þarf, Já, einmitt. Þá er manneskjan líka bara sem að hún er mjög lokuð fyrir þessu. hún er Já. lokun. Já. Hvernig- Hvernig virkar það? Já. Hvernig opnaði ég mig? Fyrir, eða semst, hvernig myndi ég, þú veist, eins og núna. ef ég Getur þú spáð fyrir lokari mannesku? Það er miklu erfiðara. Já. Já, einmitt. Af því að, þú veist, til þess, þú veist, segjum að Eyþór bara, heyrðu, ég ætla að panta hérna hjá spá. Já, Spá fyrir mig. já. Að þá er hann að setja það út í kosmosið að hann vilji að ég skoði hlutina fyrir hann. Já. Þannig að þá bara sendir hann ratarinn sinni upp, Já. ég minn og upplýsingar að koma. Og minnumst. Já. En manneska sem er lokuð fyrir þessu, hún er ekkert að fara að opna sig. Nei. Nei, það er eins og þegar þú varst með álættin á hann. Já. Það fer ekki gegn. Já, ég meina, ég fór Já. líka með bara fæðivorið á hann kom, sko. Já. Þú veist, ég gerði alls konar. Víkt vatni hérna, ekki Herri, stóð. já, viltu vatna? Ertu þyrst? Nei, já, vikt vatn, einmitt, já, fyrir ekki. Fyrsti gesturinn okkar í snætti, gestir, Sko, fyrsta sem hún að spá fyrir er að þú ert mjög einfaldum maður. En gestrið sinn. Gestur sinni, Já. Hérna, en þú veist, ok, gætirðu spá fyrir mér er ekki rétt. Geturðu talað um eitthvað sem ég þekki það? Er það möguleiki? Ef ég opna mig, núna? Það komið eftir að þessari spyrhæðsli. Já. Ég verið margbeðnum að koma út af sög og eitthvað Ok. Já. og eitthvað og ég bara alltaf, Nei, einmitt. Já, þú lokast í svona... já, Já. Að Það meikar bara- sens. Já. Það eru ljós hérna, rafmagn, já, wifi. já. Og ég bara, Álpapír. já, bara hate to break it og Já. ég er alveg rosalega Nei, bara svona, já, þú veist, hefur þetta raunverulega, hjálpar þetta raunverulega? Já, það gerir það alveg Já. fyrir fólk sko og náttúrulega bara misjaft þú veist ég er rosalega mikið svona seinni ár verið að fá til mig fólk sem að ég bara brotna saman og grætur að því ég hitta okkur að punkt og það sem ég er að segja bara meikar enga sens fyrir mér að því þú veist, ég skil ekkert þetta sem að þau skilja að því þau eru með bakgrunn, þannig þau vita hvað er verið að reyna að segja þeim af því að þau eru Já, með þau skilja þetta. já. En mér finnst ég bara að vera eins og hvað trúður eða eitthvað og svo bara sé að koma tár og fólk brotna saman og vill svo fá knúsa með það fyrir af því að þeim fannst þetta hjálpa. Já. Þú bara, halló, Já, ég bara, já. just hanging around. Og svo fólk oft spyrir mig, hvað sagður aftur vaðandi eitthvað, ég leist það þetta situr ekki eftir að mér þú veist, þegar þú ert farin að þá fer þetta bara af því að þetta er ekki upplýsning allir mín Já, þú manst þetta ekki, eða svona Nei. þannig séu, svona Nei, það áhuga. þarf að vera eitthvað ægilega krassandi til þess að Fæstist í þér. já, Já. eitthvað að gerast eða eitthvað sem að, þú veist, en vanlega þýðir ekkert að ætla að leita í fletta upp í mér eitthvað því að Nei. þetta er ekki skilafótið mín Nei. já, Það er líka áhugavert. Já. Mér finnst þetta svo áhugavert. Af því að það er sko, ég man eftir eins og komst ég í gamlar hérna svona snúningsbólur, ekki Vaff.S heldur hérna, kassettu. Já. snúningsbóli sá fyrir mér alveg Ég var að reyna það kalla snúningsbólur á Eyrarbakka Já. Nei, en þar er einhver upptaka af mömmu minni hjá miðli. Oh my god. Það var mjög skrítið að komast í það. Ég held ég megi eins og tala um það. Af því ég held að hún veit ekki að ég hef einhvern veginn heyrt þetta. Nei, klippið út Já. Og ég er með hljóðbrot Við ætlum að spila hljóðbrot Gerist svona bara, sorry, þetta var kannski dónalegt af mér en Já, ég veit það. farið alveg bara svona eitthvað Fórsundum í trans. Já. Jú, ég var eins og á transnámskeiði Ha? Já, Transnámskið? já, þú veist, þetta var Áhugavert. eitthvað svona, þú veist
þróunarhópur kallaðist þetta og við vorum bara að æfa okkur að fara í trans. Já, þetta var þróunarhópur, þetta var ekki svona... Var það út í Ítalíu? Í Hogwarts? Nei, Íslandi. Já. Bara, Þannig að var eitthvað sem var lélugur í. Já, að fara í trans, ég veit ekki hvað það ekki. En þú veist... Ég bara öruglega. Þetta er gulla lélum. Já, bara spáði ekki í það að því ég var alltaf svo upptekinn að því að kvíða fyrir að kemja mér, að mér fannst eitthvað svo, já, ekki það held að sitja upp á sviðum og leið alltaf eins og að ég væri að fara í eitthvað hlutverka. Fórstu í trans? Já. Ok, og þú veist, manstu það eitthvað? Já, ég man það alveg, en þú veist, man ekkert endilega sem ég var að segja. Nei. En er þá einhver, þetta virkast að stanna ekki að talar einhver í gegnum þig? Já, þá kemur einhver svona inn í mann og talar. Mér fannst þetta alltaf, þetta var ekki fyrir mig. Mér fannst þetta óþægilegt. Þannig að ef einhver mötti alltaf beða mig að skella mér í trans núna, þá myndi ég bara afþakka. Já, af því þannig þú líka ekki lengur með stjórnvölin. Já, ég held að þetta sé svolítið það. Þú veist að fólk hefur komið og beðið þig að fara í trans. Ertu að fara í trans fyrir þau? Eða þú veist hvað, ég kannski miskið hvað trans er. Já, ég held þannig bara. Er trans ekki svona eitthvað eins og að fá flogakast? Jú, ekki bein. Okay. Ekki bein, það. Já, þetta virka þannig að það kemur einhver, þú veist, inn í mann. Kemur inn í mig. Já, aftan. Kemur einhver inn í mig Þetta gerir þetta bara illt. Og talar í gegnum mig. Já, ok, ég skil hún. Þannig að hún verður búktalari. Já, ok, ég held að þetta væri bara eitthvað kynferðislegt. Nei, ég held að þetta væri bara eitthvað svona Já, örugglega hjá einhverjum. Ég held að trans væri bara eins og að fara í flogakast og síðan bara ferðu úr transinum. Ég held að meina að svo var hérna á Omega sjónvarpsstöðinni. Já, þetta var eitthvað svona. Já, þú datt niður og talaði tungum. Þannig að ég er rugglast. Þannig að þetta er manneski sem fer inn í þig og kemur inn í þig og talar í gegnum þig og þá verður þú manneski. Já, ég lánaði raun og verið bara hylkið að mér og stík til hliðar, þú veist, já. Og þá er hún ekki lengur í stjórnvöli. Ég skil mjög vel. Sá sem er að koma inn í hana, aftan frá. Hann verður hún. Jesus Christ. Það er ríkald að tala um það, en hvernig öðrum við sögum. Það er það sem gerist. Og notar þessi líka með hennar í að vera þú, lifandi aftur. Já, ég skil. Það er ekki til þess að koma skilaboðanum áfram. Og maður sá alveg, þú veist, þegar maður var að horfa hérna að gera þetta, þá bara var kannski kallmaður sem var að fara í trans og hann talaði, þú veist, þetta var ekki röddin hans, það var, þú veist, bara hvernmannslegri rödd og eitthvað svona. En þá, þú veist, heið illa í þessu, það er alveg til? Já, absoluttli. Ok, og er það eitthvað sem þú getur nálgast eða þú forðast það bara alveg? Já, ég vil ekki sjá það nálægt mér, sko. Nei. Og bara, hérna, ég var rosalega myrkfælin hér áður fyrir, að ég var að finna fyrir ykkur, en eftir ég fór í allt þetta þessa sjálfsvinnu og þessi námskeið og svona, þá bara lærði ég að verja mig. Þannig að örlar ekki fyrir verkfælni eða hræðslu hjá mig núna. Nei. Og að ef ég flyt í nýtt hús þá hreinsa ég alltaf áður. Já, það er magnað. Ok, mjög persónuleg spurning, þú þarft ekki svara henni. En þú veist, hvar stendur þú þá í eins og trú, eins og með Guð og Jesú og svona, þú veist, er það til? Já. Já, ok, þá erum við það. Klálega, ef tengist þetta trú að eitthvað leitum til? Finnst þér það? Raun og veru ekki spáð í það, sko. En ég, mér finnst maður ekki geta verið í þessum bransa nema að trúa á gott og illt. Þarf ekki að heita Guð og allt þetta. Og þú veist, ef Guð er til að þá er alla alveg mikið til og klárlega það illa. Ég trúi bara á einhvern aðri kraft. Já, því að þú hefur uppgöld þetta sjálf eða upplifað. Já, bara algjörlega. Það er, en eins og fyrir því að horfa á Conjuring. Er hvað? Eða einhver svona hrylling. Já, eða sko ofurhetjumyndir. Skilur, þú veist, af því að það eru til ofurhetjur, ég veit að það er ein kona í X-Men sem býr yfir svona hæfileikum. Já. Mér minnar það, Heroes. Minna eftir Heroes. Nei, ég bara horfi ekki á ofurhetjumyndir en eitt ég... Er það út af því að þú svo tengir? Nei, ég bara, hlutinni þurfa að vera
hvað sem getur gerst í alvöru Já, helst based on a true story Ég skil. þannig að fyrir þetta eiginmaður minn laug stundum að mér eitthvað mynd, þetta væri based on a true story Avengers, þetta er alveg Charlie's Angels og ég bara horfði á þetta svo ég er bara erum við viss og alltaf náðan mér sko já. En ok, þannig að þú hefur örugglega ekki ég var bara að pæla sko, ég var að pæla í þessu leiðninga bara, þú veist, er hún þú veist, ef hún horfir á svona bíómyndir af því að þú veist náttúrulega margt af þessu alltaf þessu skáldskapu sem þessu Avengers það gerist ekki alveg henni hérna að þú svona, já, ég tengi samt alveg við þessa ofurhetju af því að ég er með þennan hæfileika líka gott að þú kemur inn á þetta orð hæfileiki já. ég nefnilega lærði það í einhverjum þróunarhóp eitthvað er ekki hæfileiki Nei. og fólk rosalega gænt á að líta á það sem einhvern hæfileika þetta er eitthvað sem við erum ég er bara mjög óöruggur ég er bara ógeðslega óöruggur á svona fólk, þess að kalla ég og flesti gera það þú veist en meðfætt þetta er meðfætt og allir geta þetta þannig að þú veist þetta er ekki eitthvað svona super hæfileiki sem að sumum er útlutað en sumir haldi svo opnu bara og sumir miðlar nálgast þetta samt svolítið svona já eins og þessu svona betri en aðrir og ekki það sem eitthvað sérstaklega miðl í huga ég veit nákvæmlega hvað þú ert að menna og ég held að það eru þeir eru eðilega svolítið fyrir ykkur sko. þú veist, það er svona ok get over yourself, skilur þú veist, hérna flottur ég er það sko allavega og þessir miðlar í Bandaríkjunum akkurat sem alltaf að hérna reyna upplustra einhver svona mannskvörf já, einmitt og reyna bara að komast í fréttinnar það er það sem þeir eru að reyna að gera akkurat, er það möguleiki er möguleiki að finna hvar ykkur er ég meina, að því að þetta er kannski líka sensitive spurning, ég veit það ekki bara að finna hvar ykkur týnd manneski er ef hún er ekki látin sem dæmi, af því að þetta er vanlega alltaf að handan, er það ekki? Jú, þú veist, það er alveg möguleiki og ég hef alveg verið beðin að gera það en ég bara, nei, ég ætla ekki að gera vegna þess að ég ætla ekki Finn hana sjálfur bara þú segir bara, þú redda þessu milljón, nei ég vil ekki bera ábyrgð á því að vera að leiða fólk einhvert og leita þar og svo var það kannski bara ekki rétt þú veist, ég ætla ekki að fara að gera það en þannig að það er ekki allar sýnir og heyrnir sem þú færð eru endilega réttar þú veist, þetta er alltaf tól þú veist, ég heyri eitthvað, sé eitthvað og svo rafa ég þessu saman og svo segir fólk alveg eitthvað svona svolítið, ég veit hvort að tala og svo segir það mér sína túlkun ég alveg akkurat þetta þannig að þetta er ekki bara eitthvað handrit sem ég fæ bara til mín og eitthvað það er þetta mjög fair punktur það er mjög góð punktur sko ég ætla ekki að hún tjáur þetta eitthvað vitlaust ég er allt of með ykkur í eitthvað svona sko þú veist, ég gæti þetta ekki bara valda einhverjum vonbrigðum það er að leita fólki að leita fólki, frekar bara gerð þú að vinnur leita þú sjálfur það hefur verið leita til mín þú veist akkurat til þess að þú veist, það verið að leita að manneski sem að var týnd og mér langaði náttúrulega rosalega mikið til þess að hjálpa en ég bara gat ekki haft á samviskunni ef að ég væri bara að skemma fyrir í þetta var bara lögreglu rannsóknarferli og maður hefur svo oft séð eitthvað bara eitthvað svona ekki raunveruleika þátt, þú veist bara í fréttum eitthvað svona svikamiðlar sem hafa eitthvað, þú veist og ég bara ætla ekki að setja nafnum mitt við eitthvað svolítið. Klálega, mér finnst það mjög skynsalegt að það er bara mjög skynsalegt. En það er sem líka, eins og ég var að segja, það sem fær mig til að trúa eins og fólki eins og henni, Arkunni, að hún er ekki innit for neitt. Nei. Hún er ekki inni í þessu fyrir peninga. Nei. Hún er ekki af því það er líka oft hengt við þetta. Þennan sem miðlastarfsemi er að fólk er bara peningablokka annað fólk. Já. En þú veist, þú augljóslega ert ekki að því. Nei, en ég ætti kannski að gera láta að gera eitthvað svona derhúfur með mynda andlitinu mínu. Já, klálega. Já, ég meina þú kostar samt 100.000 kall að fá þig hingað núna. Býtu, Eithor segði 200.000. Já, ok, já, en þegar Nei, Katrín lofaði mér reynda tannkremstúpu. Já, það er bara ekkert svo. Nótil og Happy Hydrate. Já, Happy Hydrate og öryggiskerfi.
öryggi Hvað vill? hérna til þess að passa þú veist, halda þessum vondu hugsunum in check. Ég sá okkur Securitas. Tesla hérna fyrir utan. Já. Viltu hana? Já, ef hún var ekki rauð, þá hefði ég Já. kannski í Já, það er alveg að skoða það. Já. Það er ekkert mál. hérna. Leita þú þér eitthvað tímann svona miðla ráðgjöf? Þú veist, þarftu þess? Getur þú Ég get ekki gert þetta fyrir sjálfa mig. Nei. Og ég leita alveg stundum, en sjaldnar og sjaldnar með árunum, en ef ég leita eitthvað, þá er það bara til tvíburasystur minnar. Já. Því að hún getur ekki skoðað sig og ég get ekki skoðað mig, en við getum skoðað hver aðra. Einmitt. Og svo sá ég, var stundum svolítið séð, þegar ég var gift fyrir til manninu mínum, á ég að kíkja í bolla fyrir þið eitthvað, af því þú veist, líf okkar voru náttúrulega það sama, þannig að þá var ég að fá allt inn upplýsingar sem að ég hefði ekki fengið að ég ætla að reyna að skoða þetta fyrir sjálfa mig. Já, ég skil. Já. En ég veit ekki hvað það er sem að bara kemur ekki raskat að skoða fyrir sjálfa mig. Mér finnst það mega sens sko. Ég er búin að með náladóa í hendinni, í hægri hendinni, núna í 2 vikur. Og ég er svona kannski típisku kallmaður. Ég fer ekki að fæ aðstóð. Eða hjartafall. Nei, það er víst vinstri. Já, Það er víst vinstri, en ég er búin að með náladóa. Ekki nema sért með hjarta hægra megin. Það getur verið. Er það möguleiki? Getur þú séð það? Artkunnur er náttúrulega hjúkur. Já, Nei, einmitt. það er vinstra megin. Hvað, sástu það? Nei, ég er djók. En megin líkur á ég rambari. 50-50. Nei, þú veist, ég er búin að með náladóa hægri hendinni núna í 2 vikur. Já. Og ég er alveg orðin frekar þreyttur á því. Og ég fór að hugsa bara, ok, þú veist, ég þarf að tjekka á þessu og ég reyna að tjekka á þessu sjálfur og ég get það ekki. Rétt eins og þú getur ekki tjekka á sjálfur þér með miðla stöfið, þess að hver er eitthvað. Og ég bara pæla, á ég að fara að tjekka á þessu? Þetta er mjög skrýtin spurning, þú veist, ég veit ekki hvort þú sjáu það. Hún er alltaf hjúkrunarfræðingur líka. Á ég að tjekka á þessu? Og af hverju er þetta? Og kennari líka, ekki segja maður því. Og náms- og starfsráðgjafi. Getur þetta kennt honum ímislegt. Ég veit ekki. Hvað vilt að hún gera? Ég veit ekki, bara gef mér ráðgjöf. Ég get allavega sagt þér að þetta er ekkert neitt alvarlegt. Nei, Það get ég sagt þér. þá ger ég ekki neitt í þessu. Það er eitthvað, þú veist, þó þú fær læknis að þá myndi það ekkert flýta fyrir þetta gengir. Já, ég held að hann muni gaslýsa mig. Ef þú ekki bara, vá, góð spurning til miðlara. Gaslýsing. Ert þú ekki alltaf gaslýst? Jú. Bara djús kjaftaði. Jú, akkur heldur ekki sem spyrrætt. Nákvæmlega, vá, Ég nenni þessu Já, ekki. bara, Já. þú Það er veist, mjög já, góð þú spurning. veist þinn sannleik. Já, og mér er bara drullu sama þú Jón Jónsson eða Já, eitthvað. var Jón Jónsson að drullið? Nei, Jón, ok, Það er skrítið. Eyþór Ólafsson. Nei, þú veist, ykkur random mannski, mér er bara alveg sama þó þú trúir mér ekki og bara, Já, hvað var ekki já, upp að já. mér, bara haltu því fyrir sjálfa þig. Einmitt, já. En það líka, þú veist, það breytir ekkert þínu, Nei, þú veist, þó að Ingólfur Gretarsson trúið er ekki. skilur. nei, og hann Guð þarf ekki góður. að trúa Nei, mér. nei. það er líka. Nei, ég bara, þú veist, algjörlega. Ég trúi þér alveg. Ég vill bara segja það. Núna. Já, veist, skilur, Byrja. ég skeptikur á konseptið. Já. Ég trúi samtalið þinni upplifun og Já. hvað þú ert að sjá eitthvað. Ég bara verð að viðurkenna það. Ég er bara leiðilegur. Sorry. Ég menn, er ekki hollt að vera með reyna hugsun, sko. Jú, Já, það við finnst erum bara mér. ekkert með það því við hefum búin að upplifa þetta að við, já. Við höfum séð þetta. Ég hef samt alveg margóft upp. Ég tiltölu 9 árin myrkfælin. Sér, hann er að opnast. Og þú veist, og ég finn stundum fyrir svona orku. Ekki mynd, eða svona eins og einhver sé að elta mig eða fylgjast með mér. Já. Ég loka öllum hurðum. Það ætla að segja sama við þig eins og var sagt við mig þegar ég var svona að skýta brækatuna myrkfælinu og fór til miðels. Já. Og það líður í stundum eins og að standa eitthvað fyrir aftan þig og eitthvað, já, þú ert í tölvunni að gera eitthvað og þið, já, það er að það stendur eitthvað fyrir aftan þig. Í alvörunni. Já. Þú ert að upplifa þetta að þetta er, þú veist, þú ert að finna fyrir þessu. Já, ég er búin að vera á flakki með töluna mína líka. Já. Og ég set hann alltaf upp á móti hurð. Líka svona á baki. Nei, ég er uppi vegg. Núna. Já, ekki, þú veist, ég er uppi vegg þegar ég er í tölvun og ég horfi. Svo þá líðum við betur. Þú veist að flytta það í nýtt húsnæði. Já, í svona millihúsna. Já. Myndi ekki alveg hvernig orða Já, það. þannig að þetta er ekki sama heimili og þú varst á. Nei. En þar upplifir þetta ekki. Nei. Þú veist, þetta er svona tiltölan, svona hálft ár síðan ég byrja að playa. Amma mín,
gæti hún verið vandamálið? Vandamál. Já, þú veist. Já, að gera það 100 alveg. ára lifandi amma þín. Nei, hinn. Sem hún er hérna, ég bjó hjá henni aðeins og ég bara pæla hvort að ég hafi farið eitthvað fyllt með mér. Það getur alveg gerst, en svo getur þetta líka fyllt húsnæðinu. Já. Þannig að þú getur verið að flytja inn á húsnæði þar sem að er einhver sem að, vil bjóða þarna áður ætla bara ekkert að flytja þaðan út og húsbónda sínu heimili eða eitthvað. Brakar líka mikið í, sko. Já, þetta er gamalt húsnæði. Svona, já, þetta er gamalt. Smá. Svona, já, meina, nýlegt. Nei, ekki einu sinni það. Þetta er gamalt hús. Þetta er samt ekki svona gamalt, þessin eitthvað eyrabakka, svona einhver kofi sem er að brotni í sundur eitthvað því að þau byggja ekkert, eða þú veist, gera ekkert meira, þau haldaðu bara við. Nei, en þetta er ekki nýbyggt. Nei. Já, ég meina, oft fylgja annarkvort fyrri eigendur sem eru farnir, fylgja oft húsnæði, eða manneskja sem bjó ekki þarna, heldur bara rampaði fyrir rælni eða eitthvað og bara, hér er gott að vera, hér ætla ég að vera. Einmitt. Já. Þannig Þú ert svona fullkomið fórhundalamb, held ég. Já. Þú ert bara að finna fyrir þessu þegar þú ert heima, þú ert ekki bara í krónunni og... Nei. Er þú sem krónunni bara? Já, og í bílnum og svona. Já, finn ég reykingalykt. Ég finn reykingalykt. Er það nýtt líka? Það er reyndar, ég hélt að það væri bara eitthvað kvíði. Það er fyrir 2 árum. Þá byrjaði að finna reykingalykt. Ég finn reykingalykt, sko. Já, það er Holy shit! Algengt að þá, já. Ha? Þú ert að opnast. En hérna, ég byrjaði alltaf að finna reykingalykt fyrir 2 árum, alltaf í svefnherberginu mínu. Já. Og hérna... Alltaf á sérstöku stöðu. Nei, alltaf í svefnherberginu mínu, en já, þetta var líka alltaf sama, þetta er alltaf sama sko reykingalyktin og ég þekki sígarettur. Betur að þú vilt. Já, því þú veist, betur en ég vill. Og ég meina, stjúpabbi minn þá reykti aðra sígarettur en mamma mín og það var mismunandi reykingalykt. Og þetta er nákvæmlega sama reykingalykt, en ég finn hana líka í þessu nýja gamla húsi sem ég er í og ég finn hana stundum bara í vinnu. Já, það er eitthvað sem er með þér, það er ekki eitthvað sem fylgir húsnæðinu. Fylgja? Já. Sér ég er svo spiritual. Shit. Þetta er fylgja. En er þetta ekki bara kvíði? Ég er nefnilega að spyrja ChatGPT. Já, þetta er ekki að hlusta á gervi. Ég hef ekki heyrt neitt það að maður finnir eitthvað reykingalykt frekar ef maður er kvíðinn, sko. Nei, já. ChatGPT hefur logið að mér. Já, gaslýst mann alveg. En ekki arkunur. Ekki arkunur. Það er aldrei logið að þér. Og fer ekki að byrja því núna. Nei. En ok, þannig að þetta er eitthvað sem er að fylgja mér, sem reykir. Og líka að þú segir, þetta er sama reykingalyktin. Já. Ég þekki bara, nú er afi komin, en þú veist, bara eftir mismundi reykingalykt. Þetta er bara það sem ég á erfitt með. Það er að, þú veist, ég tengi ekki þessa reykingalykt við neina manneski. Nei. Það er það sem svona... En það getur verið eitthvað saman. Það væri bara hygge ef það væri afi minn bara. Já, hygge. Hygge? Já, danska. Já. Það er bara huggulegt, eða skilur bara svona þægilegt gósi í hug. Við tölum ekki dönsku. Nei. Já, þið hati Danmörk. Jú, norsku. Olsen. En það er annað sem við langar að koma að því fór að tala um fylgjur. Já. Ekki fylgjur úr móðukviði. Nei. Heldur ég annarlega rosalega því ég var yngri. Að ég vissi alltaf hvernig einhver var að koma heim. Já. Ég er ekki að grínast. Að koma fylgjana undan. Já, ég bara fann það á mér. Mér fannst ég heyra eitthvað. Mér fannst ég heyra einhvern vera að koma og kasta þessu skónum með eitthvað svo smá læti. Svo kemur kannski bara bróður minn 1 mínútu síðar. Oh my god. Og kemur inn með látum, sko. Wow. Og þá var fylgjan hans að koma undan. Holy shit. Ég man vel eftir þessu. Að hérna oft sitt ég bara heima, heyri bróður mínum koma, kalla það blessaður, er ekki kominn, svo bara mætir hann. Og hann segir blessaður. Já, þú veist. Wow, gaur, þú ert eitthvað... Ég þarf að fara í Hogwarts. Þú ert að fara í Hogwarts. Ég myndi satt alltaf lendi í Slytherin, Já, var eitthvað svona flokkakerfi. Ég veit ekki hvað Slytherin er. Nei, stu skil. Voruð þið ekkert flokku niður í Hogwarts, í skólanum? Nei. Var enginn bara eitthvað, þetta er alveg svo Hogwarts. Nei, kannski var eitthvað að segja, það var margir að tala ítölsku þarna. Hogwarts. Slytherin. En takk bara kærlega fyrir komin, Arngunnur. Klálega, takk fyrir komuna. Takk fyrir Arngunnur. Sjúklega gaman að það. Takk fyrir mig. Kottu, alltaf. Kottu, hvernig þá? Þú ert að lesa hérna. Já, nú er ég orðið parstur. Þú er 3 ekki. Viltu vera með í þættinum? Æðilegu.